Ja, það frekar stórt tap í Órigahöllum í kvöld hjá þínum stúlkum. Já. Hvað að gerast þér? Þú getur útskýrt það fyrir mér. Sko, mér langar ekkert að lýsa mikið í þessu úrslit. Þetta var bara algjör gott dagur hjá okkur. Skotin okkar bara sem er búin að raða ofan í æfingum, bara ekkert ofan í að meðan þær bara hittur öllu. Og svona andinn einhvern veginn smátt og smátt bara dofnaði hjá okkur. Við vorum ekki tilbúinir í þennan leik þegar við mættum, bara náðum einhvern veginn að vinna okkur tilbaka. Það komur rosalega sterkt inn í þennan leik, ég meina byggja upp einhver 20-60 fólk í fyrsta leikluta. Rosalega erfitt að koma tilbaka á því, ekki? Já, bara ég efast eitthvað lið hefði getað gert það. Þannig að við bara lítum svo smá á þetta, við erum að fara berjast fyrir líf okkar í þessari deild og þetta var kannski ekki alveg slagurinn sem við ætluðum að taka í þeirri baráttu. Það hefði verið gott að taka sigur hérna, en Valur er bara vel mannað og flott lið og mattsar illa móti okkur. Þannig að það hefði verið gott að eiga betri leik, en svo fór sem fór. Ég var að tala um Ástu og hún nefndi það svona að nú hefur mikið að stoppum í vetur og það er kannski svona aðeins rennt blint í sjóinn, segir ég, þegar það er verið að koma svona úr svona stoppi. Hvernig hefur gengið hjá KR að æfa og halda uppi móral í svona kannski skrýtnum æfingum eins og það hafa verið? Já, það hefur gengið ágætlega. Það hefur náttúrulega bara reynt á fyrir þær að halda haus og svona og mér finnst það brattar sko, en það hefði verið gaman að gera einhverja mælingar eftir þetta tímabil, hvernig það hefði verið fyrir og eftir vegna þess að þetta eru cirka 4 undirbúningstímabil á þessu tímabili. Og ég bara tek hatt með nóðan fyrir leikmönnum í þessari deild sko. Þetta er bara ekkert grín. Nú eins og þú segir, skilur, það var kannski ekki þessi leikur sem höfðu sett hringinn utan sem sigur fyrir baráttu ykkur, bara fyrir lífi í deildinni. Eins og staðan núna þá eru þið jafnar Snæfelli í 7. til 8. sæti deildarinnar. Eigið Skallagrím núna á laugardaginn. Það er ekkert ómögulegt í þessum heimi, en í umferðinni þar á eftir, það hlýtur að vera leikurinn á móti Snæfell sem er þar, hann hlýtur að vera ansi mikilvægur og undirbúningur fyrir hann eftir því. Já, við erum að hugsa um Skallagrím á laugardaginn og við teljum okkur eiga möguleika þar. Svo er það bara Snæfell. Það eru 2 neðstu liðin og við erum að berjast fyrir sætum í þessari deild, þannig að það er bara stóri leikurinn. Ég ætla ekki að halda það lengur, bara bestu þakkir. Hvað segirðu? Ég ætla ekki að halda það lengur, takk fyrir. Takk.